Hafdís Renötudóttir, sko það ekki komist hjá því Einar Ingi Hrafnsson að tala hana. Hún með 55% markvislu í þessu leik. Já, ég meina þið ræddu auðvitað síðast hérna líka en hún náttúrulega bara búin að vera stórkostleg hvort úr þarna við tökum bara víti og nokkra bara svona dauðafærisvörslur eiginlega hjá henni þar sem hún stoppar KM-mennina einhvern veginn alltaf þegar það fá smá sjans. Þá hún bara mætt, allar orðin einhvern veginn hræddar við hana, Efinn komin inn í, ekkert bara Káa Þór, heldur bara einhvern veginn alla leikmenn deildarinnar virðist vera núna og jólin hafa farið mjög vel í okkar konu því að hún sjóðandi heitt inn í nýtt ár, sko. Sko, valsliðið alveg gríðarlega vel skipað, jafnt. Þú vildi taka svona Þóri Önnu Ásgeirsdóttur út fyrir sviga. Já, hún náttúrulega bara búin að vera lengi í deildinni, að spila hornið, hún að líka leysa af skyttuna og hefur alltaf verið svona, við sjáum bara þetta slútt, hendina á henni hefur alltaf verið svona langt yfir meðalagi hjá kvenmannsleikmanni. Hún er frábæra skottækni. Frábæra skottækni stelpa, bæði fyrir utan og í horninu. Við sjáum bara þessi skot, þetta hrikalega vel gert. En það sem að hún má eiga, það sem hún svona bæta finnst mér núna, ár frá ári og þetta komið núna bara inn í lykilpóst í landsliðinu. Hún er betri varnarmaður, hún er miklu betri að skila sér heim, þannig að hún er svona, það að hún sé góður skotmaður, það er ekkert nýtt. En það að hún sé farin að auka vissi finnst mér að vera fjölbreyttari sérstaklega eins og ég segi varnarlega og að hlaupa heim. Núna einhvern veginn búin að vinna allt, get ég sagt núna eftir að hafa unnið Evróputitil, sko. Ár eftir ár samt að bæta vissi, þannig að ég bara, ég tók hana fyrir náttúrulega bara til að hrósa henni og hún þessi svona leiðtoga prímusmótor í þessu valsliði. Og við sjáum líka að vantar Theo aftur vinna fram með 11 og svo Káa Þór með 15, það segir hans í mikið. Já, og hún þarf náttúrulega að leysa skýttuna örlítið með þessu líka og algjörlega geggjuð.